Nei, hvað hálfvit að búa til þessi handrit? Ég veit hafa hann rekin. Ok, 3, 2, 1. Við erum þegar að taka upp. Afsakið. Velkomnir og góðan dag, sögmannir mínir. Í dag erum við að fara að fjalla og horfa á 67 mínúta myndband sem er að fara að koma fram og á skjáin ykkar furðulegustu íslensku heiti, blótsyrði og uppruna íslenskra tungan. Ég veit að ég mjög góður með íslenska tunguna mína. Er það ekki, stelpur? Símanúmerið 6626003. Við þurfum að kasta þetta, við getum ekki haft þetta einu. Jesús, hver bjó til þetta helvitis handrit? 3. Og núna, spila introið. Jesús, fæn mig búið með þetta helvitis skjáttar. Pétur, rétt með kaldan! Á 9. öld koma norrænir landnámsmenn fyrst til Íslands. Á leiðinni hingað taka þeir líka með sér mikið af írsku fólki. Á þessum tíma var forna norska töluð í meirihluta Skandinavíu. Miðað við hin norrænu löndin, þá er Ísland mjög einsamalt. Svo á þessum 1200 árum frá víkingatíma að nútímanum, þá hefur íslenskan breyst mjög lítið. Skrítið nöfn eru nefnd eftir gömlum orðum, náttúru, fólki og sögu staðarins. Sveitarfélög velja yfirleitt nöfnin og þema í hverjum. Nöfnin eru eftir fuglum, fjöllum og fornum sögum. Nöfnin gæti hljómað mjög skringilega í dag, en það er því að íslenska tungan hefur þróast svo mikið tímann, eins og Laugavegurinn sem var nefndur eftir þvottalaugum í Reykjavík. Næst ætlum við nú að tala um blótsyrði og hvernig þau eru notuð. Takk fyrir. Yes, geggja. Takk fyrir. Ok, höldum áfram. Áður en Ísland var kristið land, voru blótsyrði oftast notuð fyrir óheiðarleg fólk og fólk sem gerði ekki mikið á sveitabæjunum og alls konar þannig. En núna eru blótsyrðar meira notuð fyrir pirring, eins og þú ert að tapa í tölvuleik eða þegar þú hittir litlu tá í borðið heima hjá þér. Eða þegar þú missir árina þína út í helvítans sjóinn og þarf að hoppa eftir henni. Núna ætlum við að ræða við fólk sem við finnum bara einhvers staðar úti. First, the good thing we're gonna ask you is Skólaverðarstígur. Skólaverðarstígur. Skólaverðarstígur? So difficult. Njálsgata. Njálsgata. Okay. Njálsgata? Njálsgata, okay. Hvað er uppáhaldsblótsyrðin ykkar? Skítur! Ég myndi segja fokk. Já. Það er aðeins herra. Hvað? Öskar svona FOKK! Hvað er uppáhaldsblótsyrðin þig? Hvað er uppáhaldsblótsyrði? Kjafti. Já. Ég segi örugglega mest af bara fokk. Það nota það svona ennþá. Ég er svolítið í ruslinu eitthvað. Já, þú ert svolítið í Draslið. Já, þú ert svolítið í Ruslið. Veit svona hvað sem blótsyrði? Svo er óibara. Það er að detta aftur hartinn, sko. Það er bara að fokka þessi blót. Það er bara óibara. Þetta er alltaf hægt. Já. Hvernig getum við lært ný orð og bætt orðaforðann okkar? Klárlega með því að tala við eldra fólk sem kalla eldri orðum sem þið kunnið ekki eða búið til nýjirni, það bætir strax í orðaforðaðinn eða jafnvel bara lesa í orðabækur orð þar sem þú eru aldrei séð áður. Hvernig lærum við ný orð og bætum orðaforðann okkar? Mér finnst að við lærum ný orð og betri íslensku frá fólkinu sem við erum með, frá fólkinu sem við tölum við. Við lærum líka betri íslensku frá hlutunum sem við horfum á, hlustum á, lesum. Hvernig lærum við ný orð og bætum orðaforðann okkar?
Sko, við getum lært ný orð í mörgum leiðum. En ég er að fara að fjalla meir hvernig við lærum með bókum. Því ég myndi segja að við getum lesið aðeins eldri bækur. Því eldri bækurnar hafa svona aðeins eldri orð sem við notum ekkert í dagsdaglega lífinu okkar. Eða bara bækur yfir höfuð. Og það er svo fræðandi líka því þá eru að lesa einhverju spennusögu og þá er ekki leiðinlegt að læra nein ný orð. Hrafnista heimilið við Laugarásveg. What about this one? It's not, this is not right. No, this is not racist. Negronish TV. Okay, wow. Hoppmystigir via Laugarásveg. Okay, thank you. We'll go through the wastelands, through the